Já, komið sæl. Það var fallegt veður á landinu í dag eins og við sjáum með þessari veðurtunglumynd. Valla ský á lofti við vestanverðu landinu og eins einnig heiðskýrt hérna með suðausturströndinni. Og þessu veldur háþrýstisvæði sem liggur nú hérna yfir landinu og spár eru að gera ráð fyrir því að þetta háþrýstisvæði muni einnig stjórna ferðinni hjá okkur næstan sólarhringinn, þannig að það verður fínasta veður hjá okkur á morgun einnig. En síðan sjáum við hérna á sunnudaginn að þá lægð hérna suður á Grænlandi og hún að senda hérna skilakerfi til okkar, þannig að það fer væntanlega þá að rigna hérna allt vestanvert landið á sunnudaginn og þessi lægð kemur síðan til að stjórna veðrinu hjá okkur áfram á mánudeginum. En ef við lítum á hitasviðið að þá nú kalt loft sem að ræður ríkjum hérna hjá okkur og nú gert ráð fyrir því að svo verður nú áfram þessi lægð sem kemur til okkar á sunnudaginn að hún kemur nú til með að færa okkur einhver svona smá hlýðindi allavega landið sunnanvert svona tíma, en síðan í framhaldinu að þá mjög kalt loft hérna yfir Grænlandi sem að bíður eftir að komast að og spár að gera fyrir því að þetta kalda loft hérna muni stjórna ferðinni hjá okkur alla næstu viku og það verður þá væntanlega frost allt land. En á morgun gert ráð fyrir fínasta veður á landinu, það verður svona suðvestlæg átt á landinu, reynda gert ráð fyrir einhverjum strekkingi hérna norðvestan til svona þegar líður á daginn, en sól hérna bæði austan og norðanlands, helst hérna verði skíða hérna suðvestan til og má gera ráð fyrir kannski einhverjum smá skúrum, en hitinn verður svona á bilinu kannski 2 til 8 stig, en má nú gera ráð fyrir því að það verði frost hérna alltaf 5 stigum bæði norðan og austanvert landið í nótt. Nú síðan á sunnudeginum að þá koma skilin á landið og seinni partur verður að rigna allt vestanvert landið, komin ákveðin sunnanátt og þessum fylgir svona smá hlýindi, þannig hitatölurnar munu svona eitthvað lyftast upp hjá okkur, en síðan á mánudeginum að þá verður lægðin komin hérna austur á landinu og þá nú ekki langt í norðanáttina og gæti orðið norðan hvassviðri og snjókoma á Vestfjörðum og síðan mun þessi strengur færast hérna austur á bóginn og á þriðjudeginum að þá gert ráð fyrir því að norðanáttinu verði orðin allsráðandi hjá okkur, komi frost hérna allt land, kannski helst hérna við suðurströndina sem að hitatölurnar gæti nú svona náð að hanga eitthvað yfir núllinu, en það gert ráð fyrir því að þessi fylgi einhver svona snjókoma eða éljagangur og sunnanlands má gera ráð fyrir því að þetta verði svona snjókoma eða rigning, það verður mjög mjótt á mununum, en það gæti alveg snjóað einnig hérna sunnanlands. Nú ef við lítum aðeins á veðri í Evrópu að þá laðarsvæði hérna sem að stjórna ferðinni, áfram rigning hérna bæði í Skotlandi, Írlandi og einnig hérna á Norðurlöndunum. Síðan mikið háþrýstisvæði yfir Austur-Evrópu og það teygir sig hérna niður Balkanskagann, þannig að það gert ráð fyrir því að þar verði hið fínasta veður, kannski einhverjar smá skúrir í Aþenu, en á Suður-Ítalíu gert ráð fyrir að verði heiðskýrt og svona eitthvað meira skýjað þegar við komum norðar. Nú það kemur til með að rigna hressilega í Portúgal á morgun og einn hérna norðan til á Spáni, austan til nú gert ráð fyrir að verði fínasta veður og einnig nú ágætis veður hérna í Suður-Frakklandi, en svona þyngra eftir því sem að við förum norður á bóginn og gert ráð fyrir rigningu í París. En ef við fyrir vestur haf aftur á móti sjáum við hérna síðbúna hitabeltislægð sem að á hraðri leið hérna norður á bóginn og það ná að rigna á Flórídaskaganum á morgun og síðan áfram í Washington á sunnudaginn. Það nú líka einnig blautt hérna í norðurvestan til, það gert ráð fyrir hellirigningu í Seattle á morgun, en svona að venju sól og blíða í Kaliforníu. En það fínasta veður hjá okkur á morgun, bæði norðan og austan til gert ráð fyrir sól, en skýjað svona mestu suðvestan til og einhverjar smá skúrir. En skulum segja þetta gott yfir í kvöld. Verið sæl.